Helgi, velkomin. Takk fyrir það. Það eru fyrsti heimaleikurinn á miðvikudaginn. Hvernig er svona stemningin fyrir honum? Náttúrulega gríðarlega góð. Gátum ekki fengið betra start í þennan leik heldur að vinna framan út því þannig að við erum bara bjartsýnir. Ef við höldum sem með baráttu og dugnaði þá getum við allt. Og hvernig svona leggst leikunni í Stjörnunni í þig? Hann leggst ágætlega í mig. Við þurfum bara að vera með fæturna á jörðinu og það þarf sömu baráttu og kraft og dugnað, þannig hefst þetta. Og núna er 2 leikir búnir á mótinu. Hvernig svona leggst sumari síðan í þig? Þetta verður erfitt, eins og við sem náttúrulega. Bara hver leikur er bara baráttu på líf og dauða. Þannig er það bara. Fúsi, velkomin. Já, takk. Það er fyrsti heimaleikur efstu deild í 9 ár á morgun. Hvernig svona, er stemningin hérna á Þórshússvæðinu? Það er náttúrulega eins og við sjáum hér á bakvið með það er mikið að vera og mikið gleði og gaman að segja frá því að svæðið er búin að eyða lífi núna félagsmönnum sem er að leggja félaginu lið núna 2 síðustu sólahringa og þetta er mikið spenna. Þetta er stór dagur fyrir klubbinn að loksins vera komnir á heimavöll og í efstu deild. Þetta er ekki bara fyrsta skipti sem við spilum í úrvalsdeild í 9 ár, þetta er líka fyrsta skipti sem við spilum á heimavöll í sögunni. Þannig að þetta er mjög stór dagur og ástæða til að hvetja alla til að koma, bæði Þórsarar sem aðra Akureyringa. Hvernig svona leggst leikunum morgun í þig? Persóna? Það leggjast allir leiki vel í mig og það verður byrjað á 0-0 og síðan verður bara að sjá til. Ég hef tvöld að trúa því að Palli og þjálfararnir sé að gera góða hluti. Sýndu þá mótið fram að okkur er allir vegi færir og við eigum líka 12 manni sem er mjölnismenn og sem er náttúrulega bara frábært að eiga þá. Og ég treysti því að strákarnir leggja sig fram að 100% á morgun og vonandi verður það nóg til þess að landa hér 3 stigum. Takk fyrir.